Komið sæl. Ég heiti Pétur Ingi Haraldsson og sviðsstjóri skipulagssviðs hér á Akureyri. Og á þessum rafræna kynningafundi ætla ég að kynna tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði sem við köllum Holtahverfi, norður. Tillagan hefur nú þegar verið kynnt í opnu húsi sem var haldið í Hofi í byrjun síðustu viku, ásamt því að farið væri göngutúr í svæðið síðastliðinn þriðjudag. Þá hefur tillagan einnig verið aðgengileg á heimasíðu Akureyrarbæjar í rúma 1,5 viku. Kynningafundur núna verður með þeim hætti að ég ætla að kynna tillöguna með því að deila með ykkur nokkrum glærum með helstu atriðum deiliskipulagsins. Og það sem við viljum endilega fá viðbrögð frá ykkur sem að horfa á þessu útsendingu, þá gefst tækifæri til að koma með spurningar með því að skrifa þær í tjattið eins og það telst vera hérna. Í lok fundar, ef það koma ykkur spurningar, mun ég þó fara yfir þessar spurningar og reyna að svara þeim eftir bestu getu. Ég geri ráð fyrir að kynningi verði svona 15 til 20 mínútur og svo sjáum við bara til hversu langur tími við höfum í spurningar. Það væri kannski bara ágætt ef þið heyrið ekki í mér, þá bara kannski megið þið skrifa í tjattið og þá reyni ég að gera eitthvað í bæti úr því. En þá það bara að byrja á kynningunni. Áður ég fer kannski í skipulagið sjálft, kannski við hæfi að byrja að lýsa hvar við erum í skipulagsferlinu. Þessi tillaga hefur í raun verið í vinnslu með hliðum allt frá árinu 2017 og nú liggur fyrir það sem kalla má svona drög að tillögu sem verið að kynna fyrir íbúum, umsagnaraðilum og öðrum hagsmunaaðilum. Og á næstu vikum munum við reyna eftir bestu getu kynna tillöguna fyrir íbúum, umsagnaraðilum og öðrum hagsmunaaðilum. Að því loknu verður farið yfir allar athugasemdir og ábendingar sem berast og í kjölfarið verður tillagan mótuð enn frekar. Þegar þeirri vinnu lýkur verður deiliskipulagstillagan auglýst formlega og verður þá tillagan kynnt að nýju og gefin 6 vikna frest til að koma með athugasemdir. Það má eiginlega segja að kynningaferli sem nú í gangi sé samráðsferli þar sem maður leiti eftir ábendingum hvað betur megi fara. En athugasemdir sem berast núna þarf ekki að svara með formlegum hætti. Það aðeins öðruvísi þegar tillagan verður auglýst í næsta skrefi, þar sem athugasemdir sem þá berast, ef einhverjar eru, þarf að taka formlega fyrir og taka afstöðu til, auk þess sem þær fylgja málinu áfram til Skipulagsstofnunar. En þá að skipulagstillögunni. Það svæði sem tillagan nær til afmarkast af götunum Undirhlíð, Hörgábraut, Hlíðabraut og hluta Krossnesbrautar, lítt snortinni strandlengju að norðanverðu og síðan iðnar- og hafnarsvæðin við Sandgerðisbót. Í þessari tillögu verið að gera ráð fyrir íbúabyggð á lítt byggðum svæðum austan við Krossnesbraut, auk þess sem einnig gert ráð fyrir að byggja á svæðum sem liggja upp að núverandi byggð vestan götunnar, við Miðholt og Stafholt. Markmiðið með skipulaginu að bjóða nýjar íbúðir í bæði gömlu og nýju hverfi og alveg afskaplega fallegu svæði með miklu útsýni, aðgengi að sjónum og meðan nánast einu ósnortu strandlengi sem eftir hér í bænum. Og þá einnig gert ráð fyrir stóri lóð fyrir verslun og þjónustu nyrst á svæðinu. Hérna má sjá hvernig svæðið skilgreint í gildandi aðalskipulagi. En í aðalskipulaginu í heild gert ráð fyrir stækkun þéttbýlis til suðurs verið hætt í bili, þar sé að við ætlum ekki að fara lengra suðurs en Hagahverfi, og í staðinn verið frekar horft til svæða norðan megin við Glerá og einnig til þéttingar og þróunarsvæða innan núverandi byggðar. Í raun það meginstef aðalskipulagsins að líta meira til þess að nýta land innan núverandi byggðar betur en áður, eða áður en farið að byggja svæðum í útjöðrum núverandi byggðar. Það má segja að Holtahverfið uppfylli bæði þessi markmið, það að segja að byggja norðan megin í bænum,
auk þess að er að ræða þéttingarsvæði. Hugmyndir uppbyggingu á þessu svæði eru ekki alveg nýjar af nálinni, þar sem ef við skoðum aðalskipulagið sem var gilti fyrir árin 2005 til 2018, að þá var gert ráð fyrir íbúðasvæði á þessum slóðum og þá var sérstaklega tilgreint að þetta væri þéttingarsvæði. Tillagan eins og hún lítur út fyrir núna, að þá er gert ráð fyrir að öllu svæðinu verði hægt að byggja 280 íbúðir í fremur lágreistri byggð. Skiptist skipulagið eiginlega í 4 svæði þar sem er gert ráð fyrir íbúðum, auk einni stóri lóð fyrir einhvers konar verslunar og þjónustustarfsemi. Og á nyrsta svæðinu, það sem kallast hér S2, hefur búfesti verið í viðræðum við Akureyrarbæ að það félag fá að byggja á öllu eða að minnsta kosti stórum hluta af því svæði. Og raunum að segja að hönnun þessa svæðis er byggt á tillögum sem arkitektar á vegum búfesti kynntu fyrir bænum á síðasta ári. Og það er einnig gert ráð fyrir að uppbygging að hluta til verði í samvinnu við félag eldri borgara hér á svæðinu. Og ef við skoðum skiptingu í íbúðategundir, þá má sjá að þá erum við að gera ráð fyrir 11 einbýlishúsalóðum eða 11 einbýlishúsum, 20 íbúðum í parhúsum, 47 í raðhúsum og rúmlega 200 í fjölbýlishúsum. Og má taka fram að 4 af 11 einbýlishúsum, það eru svokölluð lítil einbýli sem verða í eigu Akureyrarbæjar. Svona lítur deiliskipulagið út í heild miðað við tillögum sem nú er í kynningu. Getur verið erfitt að sjá hvað þetta nákvæmlega felur í sér þegar maður horfir á svona mynd, en þess vegna ætla ég að fara aðeins svona nákvæmar í einstök atriði og ákveðin svæði á næstu glærum. Eins og margir þekkja þá er töluvert mikil umferð Krossanesbrautina og þá sérstaklega þungaumferð. Og hafa íbúar í næsta nágrenni við götuna á þessum slóðum óska eftir því að fara yfir í aðgerðir eða ráðstafanir til að hægja umferðinni. Erum bæði talin hættuleg gangandi vegfarendum, auk þess sem umferðin skapar mikil umferðarhávaða. Hér má sjá mynd sem sýnir reiknaðan hávaða miðað við ákveðnar forsendur. Segir kannski ekki mikið eitt og sér, nema hérna má sjá að áætluð umferð í dag er 3.800 bílar. Og stór hluti af þessari umferð er þungaumferð. Í gildandi aðalskipulagi kemur fram að stefnt sé að beina þessari umferð yfir á þjóðveg 1, það er að segja frá Krossanesbraut yfir á Hörgárbraut, frekar en haldi áfram að fara þetta svæði. Og í raun lítum við á þetta sem mikilvæga forsendu fyrir því að skynsamlegt verði að byggja á þessu svæði. Hörgárbrautin, þjóðvegur 1, er í dag nægur farartálmi fyrir börn sem eru á leið í skóla eða íþróttir og ekki æskilegt að gera ráð fyrir að þau fari yfir 2 stórar og hættulegar umferðargötur. Vegna þessara forsendu má segja að þá hefur frá upphafi verið hugað að því hvaða ráðstafanir þurfi til að beina umferðinni frá þessari götu. Á þessari mynd, þar sem maður er búin að þysja inn á svæði nyrst í deiliskipulagssvæðinu, má sjá hvernig hugmyndin er að beina umferðinni upp Hlíðarbraut frekar en að fari áfram suður Krossanesbraut. Þarna er verið að gera ráðstafanir til að gera stórum bílum svona erfiðara fyrir að fara þessa götu. Og hérna má sjá á suðurhluta svæðisins hvernig stefnt er að því að beina umferðina sem kemur norður Krossanesbraut undirhlíð frá þessu svæði. Og hérna er komin þá nýr reiknaður umferðarhávaði og ef maður ber þetta saman við myndir sem sýndi áðan, að þá er eingöngu gert ráð fyrir 800 bílum sem fari Krossanesbraut, þar sem var áður 3.800. Bæði verða bílarnir náttúrulega færri, auk þess sem umferðin verður hægari.
En núna er umferðarhraði skiltaður 50 km, þó hann sé nú hærri, en við gerum ráð fyrir að hann breytist í 30 km á þessum hluta. Við gerum okkur grein fyrir að með þessum aðgerðum er ekki verið að koma í veg fyrir umferð, heldur að hún færist til. En við lítum svo á að í ljósi þess að þegar í dag er gert ráð fyrir að það þurfi að fara í aðgerðir við Hörgárbrautina til að minnka hávaða, að þá sé betra að gera það á einum stað frekar heldur en tveimur. Og á þessari mynd þá er gert ráð fyrir að það verði bæði færi í hljóðvarnir við Hörgárbrautina við Langholtið og svo syðst á skipulagssvæðinu. En það er ekki bara hávaðinn, heldur það líka hættan. Á þessari mynd má sjá það sem við teljum vera áætlaða gönguleið barna í skólann frá þessu nýja hverfi. Best væri auðvitað ef öll börnin getur notað núverandi undirgöng, en við gerum þó ráð fyrir að börn sem búa syðst í hverfinu þurfa að fara yfir Hörgárbrautina á gangbraut norðan við núverandi hringtorg og undirlið. Þarna verður auðvitað að fara yfir Krossánsbrautina, en með þeim aðgerðum sem ég lýsti hér áðan teljum við að það verður mun öruggara að fara yfir götuna en það er í dag. Bæði það sem umferðarhraði verður náttúrulega lækkaður, umferðin verður minni og að gangbrautir verða gerðar mjög sýnilegar og upphækkaðar. Hérna má svo sjá þrívídda líkamsvæðin í heild, sem gefur mynd af því hvernig svæði getur lítið út fullbyggt. Og svo á næstu glærum ætla ég að fara aðeins nær í ákveðin svæði. Hérna er svæði þar sem var áðan merkt 1 og 4, ég veit ekki hvort þið muni eftir því. En hérna má sjá að við Miðholt og Stafholt er núna gert ráð fyrir 6 fjölbýlishúsalóðum. Þetta er svæði sem hefur verið óbyggt til þessa, en er í gildandi skipulagi gert ráð fyrir einbýlishúsalóðum. Ástæða þessara breytinga, ef við erum að fara í fjölbýlishús í staðinn fyrir einbýlishús, er að þarna er nokkuð djúpt niður á fast og það er því talið hagkvæmara að byggja fjölbýlishús frekar heldur en einbýlishús. Og þarna í þessum 6 húsum er gert ráð fyrir 2 hæða fjölbýlum ásamt kjallara. Og lóðinni sem er hérna milli Stafholts og Krossánsbrautar, að það er gert ráð fyrir raðhúsi, 6 íbúða raðhúsi á alltaf 2 hæðum. Hinum megin við götuna, þarna syðst, þar sem stendur gata 1, þar er gert ráð fyrir 6 párhúsalóðum. Þar fyrir norðan má sjá lóð, þess að við merkt númer 2. Það er gert ráð fyrir 4 litlum einbýlishúsum og þetta eru þá hús sem verða í eigu Akureyrarbæjar til félagslegra nota. Þarna er svo líka gert ráð fyrir litlu 2 hæða fjölbýli en einnig nokkuð stóru fjölbýli sem eru á 3 til 4 hæðum ásamt bílakjallara. Og hérna á þessari mynd má svo sjá svæðið þar sem er búið að setja það upp í þrívídd. Og þarna er horft til vesturs frá Sandgerðisbót. Þarna getum við séð að þetta fjölbýlishús virkar nokkuð stórt en í ljósi þess að húsið er svona sett inn í brekkuna þá verður það ekki kannski mjög hátt í umhverfinu ef við teljum. Þetta er svo næsta svæði, það sem kallast svæði 3. Og þetta er svæði sem er austan við húsin Sæberg, Lundeyri og Sandgerði. Og hérna er það mestu gert ráð fyrir einbýlishúsum, raðhúsum og parhúsum. Fyrir utan eitt fjölbýli á 3 hæðum sem er meðfram Krossánsbrautinni. Og hérna getum við séð svæðið í þrívídd, hvernig getur litið út frá horft til norðurs. Hvað ég sýna hérna aftur, þið sjáuð að gatan hún er lituð græn. Og þarna erum við að gera ráð fyrir svokallari vistgötu, að þarna verði eingöngu 10 km hámarkshraði og með svona blandaðri umferð bara gangandi og akandi.
Þetta síðan nyrsta svæðið sem ég nefndi áðan að við varum að vinna í samvinnu við Búfesti og þeir hafa eiginlega verið með okkur í þessari vinnu frá upphafi. Þarna mesti fjöldi íbúða, 130, gert ráð fyrir. Sú tala kannski ekki alveg nákvæm af því að það náttúrulega ekki búið að hanna þessi hús og fjöldi íbúða kemur bara í ljós þegar endaleg hönnun fjölbýlishúsanna liggur fyrir. Þetta á kannski sérstaklega við að þar sem við gerum ráð fyrir að félag eldri borgara koma að málinu, að þá gæti alveg verið að hluti íbúðanna verði kannski minni heldur en hefðbundi hverfi væri að ræða. Hérna getum við svo séð þrívídda mynd af þessu sama svæði. Og hér að lokum, þetta þá nyrsta lóðin, þetta sem sagt atvinnuhúsalóð, þetta lóð fyrir verslun og þjónustu. Hérna gert ráð fyrir töluvert mikill uppbyggingu. Þetta allt að 8.300 fermetra á 5 hæðum, 4 til 5 hæðum. Þetta eins og ég sagði áðan, þetta fyrir verslun og þjónustu og við rennum nokkuð blind í sjóum í þessa lóð. Þess að það getur verið svolítið erfitt að segja nákvæmlega til eftirspurn eftir svona lóðum. Og því miður ég nú ekki með þrívídda mynd af þessu svæði. En þá ég svona búinn að renna í gegnum nokkuð fljótt svona helstu atriði deiliskipulagsins, hvað við erum að hugsa. Og þar sem við erum nú í samráðsferli að þá viljum við endilega heyra frá fólki. Og það hægt að gera með því að fara inn á heimasíðu Akureyrarbæjar og þarna í hnappi sem stendur við viljum heyra frá þér. Þarna einfaldlega hægt að skrá inn athugasemdir. En svo líka hægt að senda okkur bréf bara á ráðhúsið og líka með því að senda tölvupóst á skipulagsvið@akureyri.is. Og þá segi ég bara takk fyrir í bili. Nú spurning hvort þið hafið einhverjar spurningar. Það kom spurning hæð húsanna austan við Sæberg. Eins og til hann lítur út fyrir núna, þá gert ráð fyrir að það verði alltaf, raðhúsin verði alltaf 2 hæðir. En að einbýlishúsin austast á brúninni verði 1 hæð, kannski pluss kjallari. En blokkin sunnan við Sæberg, að hún verði 3 hæða? Já, hún enn sem komið að þá hún 3 hæðir. Já. Það getur verið huglegt að breyta frekar og hafa þar raðhús. Jú, það eitt af því sem við munum klárlega að skoða. Við fáum ábendingar það að þetta við höfum ekkert verið að breyta tillögunni frá því að við lögðum hana fyrst fram fyrir tæpum 2 vikum. Það eitt af því sem verður skoðað eða koma ábendingar það sem nú þegar koma fram. Já. Já, það komnar ábendingar sem sagt með það verður raðhús eða annars konar. Já, það bæði búið að nefna þetta og senda okkur inn. Ég hef ekki fleiri spurningar. En svo bara þá endilega kynna sér gögnin og lesa þau yfir, koma með ábendingar. Já, ef það ekki kannski fleiri spurningar þá bara spurning að segja bara takk fyrir að hlusta og endilega kynna sér máli bara á vefnum. Takk fyrir.